Brot ur leikinum Cellofan lysi á íslenskum. 14. atriði. Amma, Elin. Hæ, ég komin. Arna, hæ. Búið að vera gaman hjá ömmu? Já, gott. Þú búin að læra? Já, frábært. Af því við verðum að drifa okkur. Þú átt að vera mætt á fótboltaæfingunum 5 mínútur. Og Aron Pétur býður út í jeppa. Farðu og fyndu fótboltadótið þitt og hvar sunddóti hans Arons? Arna, ertu með banana í eyrunum? Hvar sunddóti hans Arons? Náðu í sunddóti hans Arons. Mamma, hefur þú séð sunddóti hans Arons? Mamma, sæl elskan, hvernig var í vinnunni? Þögn, ertu svolítið stressuð? Þögn, vartu búin að athuga hvort þú gæti fengi að vinna halvan daginn? Elin, halló mamma, við búnar að fara í gegnum þetta. Ég get ekki bæði unni halvan daginn og komið með þá peninga sem ég þarf að koma með inn á heimilið. Og ef ég ætla að eiga nokkra von að stöðuhækkun, þá verð ég að vinna allan daginn. Sá sem á seinasta jeppana planun hann vinni, það bara þannig. Mamma, já, en ég get bara vel skilið að hún Arna skuldi ekki vilja fara fótboltaæfingu. Það nú ekki það margir klukkutímar í sólaringinu sem börn eiga með móður sinni. Elin, takk fyrir að fræða mig, mamma, en ég veit ekki betur en að það hafi líka verið þú sem sagði mér að börninni þyrfti að fá það örfun sem þau eiga skili í þessum þjóðfélagi. Skipulagt tómstundastarf. Og að því að börn hreyfa sig ekki lengur og að vera spikfeit. Og það bara það sem ég að gera núna. Ég að reyna að sjá til þess að Arna fitnir ekki og veiti henni þá skipulögðu örfun sem hún á skilið í þjóðfélaginu í dag. Mamma, fyrirgefðu að ég skuldi hafa opnað munnin. Elin, við áhorfundur. Ég virðist geta haldið andlitin gagmar flestu nema mömmu. Ég missi mig alltaf í pirringuna á mömmu og kannski leikskólastjóran líka. En svo mamma frábær. Hún öll að vilja gerð. Hún ein af þessum örfáum ömmun sem vinna bara halvan daginn og hefur einhvern tíma til þess að passa fyrir mann. En hún líka mistari í uppbyggilegari niðurrifi. Og örugglega af tómari ást, því hún vill að ég sé fullkomin, að barnabörnin sé fullkomin. Jú, æðislega fín klipping, en þurftu þú að fá alveg svona mikið af strípun. Lítir á mömmu. Fyrirgefðu, mamma, en ég að lifa þinn draum. Það var þú sem barðist fyrir þessum jafnrétti fyrir mig, en Utopía breyttist bara í martröð. Draumurinn glemdi að gera ráð fyrir auka klukkustundunum í sólarhinginum, heimilishjálp, uppalanda, styttri vinnutíma eða bara einhverju af þessu. Og til að aukum jafnrétti voru laun kallana lækkuð þannig að nú verða bæði kyni að vinna úti. Þannig að það ekki nokkur leið tilbaka úr þessum fullkomna jafnrétti og frelsi. Ég að lifa þinn draum. Jæja, þarna gerði ég mömmu fúla líka. Vona bara hún vilji passa fyrir mig næst. Vandamál, leysi þau á morgun. Hei, nú ég, Anna, hei. Hefði haft að ståttlega omme? Ja, fint. Du liv i skolatinsene? Finnes det slag. Vi må skunde oss, du skal til fotboll om 5 minutter. Og Aron bor i jeppen noen. Fær nå 5 fotbolltaklæden der, og hver svimmeklæden til Arone? Anna, hefði du ikke rensa øyrene? Hver det svimmeklæden til Aron? Finn svimmeklæden til Arone! Mamma, hefði du sett svimmeklæden til Arone?
Hei, gåasta. Gåse tjekka arbeidnum. Du ikke sindi stressa? Hev du hugsa om du skulle fære nyr i holva tøy? Mamma, hallo, vi tar veri i jøkna det her. Jeg kan ikke fære nyr i holva tøy, så tjener ikke noen til å betale husene. Og hvis jeg nekran du skal ha nekran chans å få hakre starv, så må jeg arbeide fotland det. Han som kører senast av parkeringsplassen, han vinner såleis det bare. Ja, men jeg skiljer vel at Anne ikke vil til fotboll. De suttje ikke selja nekv til mamma sønne. Tusen takk for opplysningen, mamma. Men minnes meg rett, så var det du som sier at bøttene hadde bruk for å genga til okkur som stimbrede samfunnslige, okkur frutøyer virksemi, og at bøttene rører seg og lyder nå av døv, og blir spikafeit, og det akkurat det som jeg gjør nå. Jeg røyner at anse etter at Anne ikke fittner, og gjev henne frutøyer tilpå, så hun kan fungere bedre sosialt. Orsaka meg at jeg åpna i munnen. Elin vi avskårenar. Det ser ut til at jeg klarer at halda fasaden i for ødlom utan mamma. Hun fær meg alltid til at øsa meg opp. Jeg var ganske leieren av økestånd. Og mamma virkelig offer. Hun hjelper meg virkelig nek. Hun en av dem fav og ommen som bare arbeider holvande og alt jeg vil tog til at hava bøtten. Og så han eisne heimsmeister i oppbyggjeligere nye bråting. Og det helt vist av ber om kærleik at hun vil at jeg skal være fullkommen, at ommebøtten skulle være fullkommen. Jo, pent klippt. Men det ikke nøyet hvis hun ekvann strøypen? Elin hyggur at mammone. Orsaka med mamma. Men livet tøyn dreim. Det var tu som bardes for jaunstøve til mun. Men utopia tørna i utlænda marr. Dreimeren glømte jeg hava sover som jeg. Eika tøymar samtøkron, hushjål, batna ansins dittri arbeidsta, etla bæra okkurst av hesson. Og for å få enn mer jaunstøve, hakka jeg der prysner så nek, at nå når jeg spæg at arbeid ute, og nå ønsken vever ur seg fullkomne jaunstøve. Livet tøyn dreim. Ja. Nå klarer jeg å få øye mamma. Håper bare hun vil være badna jenta for min neste for jeg har bruk for henne. Problemer? Løs til morgen.